Sælauðsmur Þorsteinn minn Já, hæ Hefur þú pælt í einu Kannski þegar þú ert að sko hitta fólk í fyrsta skipti eftir einhvern tíma þú veist hitti fólk hérna svo ekki hvað segja, ekki svona kannski bestu vini, ekki vinnufélaga heldur eitthvað svona mitt á milli að þú heilsar þeim ólíkt eftir kyni þeirra eða er þetta bara eitthvað sem ég hef ofhugsað Ég sem dæmi Já ef þetta er kall þá tek ég yfir þetta í höndina á þeim Já ef ég veit þetta er svona knúsikall þá er það svona kallaknús svona aðeins svona lemjan svona aðeins en ef þetta er kona þessa kalls þá er knúsið öðruvísi mögulega svona kossa kinndæmi Vá og mér finn ég held ég sé búin að hugsa aðeins svo mikið um þetta bara síðustu daga sko. Af hverju? Ég veit það ekki af því að ég hugsa þetta einhvern veginn ómeðvitað ólíkt og er að standa með að því að þú veist, þetta er kannski bara par skilur þetta er bara fólk sem er saman skilur og ég umgengst þau strax frá upphafi öðruvísi út af því að þau er ekki af sama kyni Er þetta að tala um mig og Huldu kannski? Nei, bara tala um bara almennt bara Já til dæmis ykkur skilur en þú veist, Já. þetta er skilur hefur mælt í þessu? Sko Finnur þú þetta ekki á þér? Nei, en þú veist, það er náttúrulega þessi óskráða regla sko að kissa ekki kalla á kinnina til dæmis Já. en að kissa konur Já. og hérna og almennt að knúsa konur en ekki kalla þetta er svona almenn finnst mér svona sósíalregla en hvort að ég geri ólíkt sko ég við kalla, ég er ekki meðvitaður en það en hins vegar man ég að því að ég átti svona fjölbreyttan vinahóp þegar ég var unglingur þú veist, fótboltastráka og svo vini mína og svo þennan vinahóp og eitthvað og svo hérna mitt vinkonur þaðan og svo vinkonur þarna og eitthvað svona ég man, ég var svo hérna með svo veika sjálfsmynd feiminn, lítill strákur, samt töffari sko Já. Já. Þunn skel þunn skel, mjög hörð skel þá man ég svo sterkt að þegar að tvær vinkonur mínar úr ólíkum áttum hittust og jafnvel vinur minni eða eitthvað þá vissi ég ekki hvernig ég átt að vera Já. ég var bara eitthvað að byrja hver er ég? Já. Hvernig ná ég að vera? Hvor er ég? Já, hvor er ég? Akkurat. Já, ég tengi við þetta sko. Það var rosalega von Já. að vera svona, komur að segja partaður, þú veist, ég var bara eitthvað rugl sko. Já, ég tengi við þetta úr fyrri tíð sko ég held að sko ástæðan fyrir að ég fór að einhvern veginn ofhugsa þetta er kannski að því að kona mín hún er hálffrönsk og þegar við förum út og hérna heilsum því fólki þá er það bara, þú kissir á kinnar báðar alveg sama hvað Tvisvar eða þrisvar? Einu sinni hvoru kinn Tvisvar sem sagt? Já. Hvað er þrisvar? Það var Spáni? Það er á sumum stöðum í Frakklandi okay. og ég veit ekki, örugglega staðar það líka okay. og hérna og það skiptir engu máli hversu vel þú þekkir viðkomandi ef þetta er bara eitthvað, herru, þetta er hann hérna Pierre Frendi sem þú er aldrei hitt áður þá bara samt gerum við það sko. Já og mér finnst það svo skrítið bara eitthvað, já, halló þetta er svo náið ég heiti þetta og þú veist að færi það eftir og þú veist búin að algjörlega, þú veist bara að leggja kinn við kinn á einhvern ókunnan kall mér finnst það líka reynda skrítið með konum sko, þú veist af því að þetta er bara fyrstu kynni sko en mér finnst það samt miklu minna skrítið og ég skil ekki alveg hverju þetta er eitthvað svona eitt af því sem ég er ofta að pæli þú veist, er þetta eitthvað sem við erum búin að búa okkur til eða er þetta eitthvað, þú veist er þetta eitthvað svona animal instinct eitthvað, þú veist eða er þetta bara eitthvað
þetta bara því að svona læri maður þetta frá upphafi sko? Áttu þá við að hérna, koma öðruvísi fram eitthvað og gæti þetta mögulega þá tengst kynhneigð yfir því hvað þér finnst þægilegt og hvað þér finnst ekki þægilegt sko ég myndi alltaf fara inn í að skoða valdakerfi og valdakerfi sko tel ég að byrtist á svona lúmskan hátt í okkar hegðun og viðhorfum og ég myndi fara þangað að tala um svona gagginæðar hyggju svona heteronormatífu þar sem að sko við erum svo uppteknir af þeirri sjálfsmynd okkar að vera gagnkynhneigðir að sko augrun við það þú veist við, ok, þetta er aðeins flóknara það getur orðið flóknara að því að fer eftir gerði það frekar einfaldara að þetta fer eftir hérna social hierarchy og eitthvað svona en ég held þetta sé frekar þessi svona bæði entitlementið þú veist, þú vilt ekki gangi yfir einhverju línu eða gefa einhverju óskýr skilaboð eða jafnvel óvart augra hérna einhverjum eða einhverri og síðan þetta lýsa yfir í rauninni, þú veist, hegða sér í samræmi við hvernig alvöru kallar eða gagginir kallar haga sér þú veist, ég myndi alltaf vilja skoða þetta út frá þeim vinkli heldur en út frá líffræði, erfðum og DNA dæmi sko en það er nú bara ég og ég er náttúrulega bara kynjafræðingur sko bara einhver kall já þetta var bara svona pæling ef að vinda okkur í eitthvað vindum okkur í eitthvað sem að þú ætlar að bjóða okkur upp á heyrðu ég fekk svolítið lítinn tíma til að undirbúa þetta svo ég afsaki þetta fyrirfram og það er þér að kenna en fyrir mikið nánar út í það þá verður þetta mögulega bara þessi stýttarlegi við nefnilega nennum ekki að vera hérna mjög lengi það er náttúrulega sól og sumar og bara blíða maður þarf að fara að tanna sko helvítis hitti hérna inni það sem ég langar að tala um og ég er ekki komið með titil á þetta heldur og þú kannski hjálpa mér bara aðeins með það á eftir en það sem ég langar að tala um er þetta þetta svona manifestation sem er svo mikið verið að ræða í svona heimikalla í manospírinu sko og ég veit aðeins ég að lesa aðeins um það og sko að því að ég fór að hugsa daginn allt í einu svona ég man eftir sko mamma var stundum að lesa einhverja svona vinsælar þú veist, þetta eru líklega sjálfshjálpabækur en kannski voru svona vinsælar svona algengt svona að bara eiginlega öll væri að lesa það sko og þú veist, eitt var eitthvað svona þú ætti að borða ólíkt eftir í hvað blóðflokki þú ert og eitthvað svona og þú veist svona, þú veist, þetta er náttúrulega bara ekki vísinda beist svo kom hann að bók sem að allt í einu bara eitt árið og það var bara allir lista og í einhvern veginn í minningunni þá var þetta 1990 eitthvað en ég fletti þessu upp og það verðist að vera 2006 mér finnst það mjög undarlegt og það er bókin The Secret man eftir henni það muna öll eftir þessari bók og þetta var rosalega vinsælt og það var bara allir að tala um þetta og þú veist, þetta er bara nú kannski verði ég svolítið dómharðari en ég vil vera í þessu podcasti og þú reynir að hemja mig eins og getur en sko, þetta er náttúrulega bara bull okay. Þetta er og The Secret var að tala inn í vísindi sem að þessi ágæta kona sem að heitir Byrne, heitir Rhonda Byrne hafði og hefur ekkert vit á hún var að tala um skammtafræði, quantum physics og þetta væri tengt því og að það væri, þú veist, þú getur einhvern veginn svona sveikt lögmál eðlisfræðinar með því að hugsa bara um eitthvað og þá ferðu það að þú hugsa nóg mikið um það og er það semst bara einhver kona sem er kona höfundur að þessu? Já. The Secret það er áhugavert þetta er semst, við minnum þetta sé fyrst mynd og svo bókin var hittarinn og svo er búið að koma miklu meira það er komin spil og ég veit ekki hvað sko og í dag er þetta ennþá í gangi? Þetta er ennþá í gangi það komi líka pínlítið óvart af því að einhvern veginn í minningunni þá var þetta miklu eldra og kannski er ég
mögulega ruggla þessu pínu saman við einhverja aðra bók sem er vinsæl einhvern tímann, en allavega ég ætla að tala út frá því sem ég var að renna yfir í hérna, eftir minnætti í gærkvöldi og það er þetta og hérna og það er alveg, þú veist, ég held ég get alveg fullist að þú veist, það er alveg búið að sína fram á það í gagnrýni á þetta að þetta er bara eitthvað fróða það sem ég finnst áhugavert er hvernig umræðan í dag hjá hérna kollegum okkar podcast kollegum okkar er rosalega mikið um þetta, bara að manifesta og bara hugsa hluti til veruleika og ég held að ég sé búin að sjá svona ákveð pattern að þetta sé sama dæmið sem er að koma aftur og aftur er að koma fram aftur og aftur á mismunandi hátt og er að birtast inn í ólíka hluti. Núna er þetta birtast inn í hvað við segja, vaxandi óánægju samskipti kynjana valdastruktúr í heiminum og svo kolli þetta er að koma einhvern veginn inn í það dæmi áður á þannig að The Secret tímanum þá tengdi ég þetta rosalega mikið við bara einhvern veginn svona, þetta var bara svona miðaldra fólk sem var einhvern veginn í leit að einhvers konar nýrri trúarlegri upplifun eða einhverju spiritualisma og við sjáum þetta þegar að það kemur hérna að kona kissa peninga á sviði í Eldborg og hérna við sjáum þetta í hérna við sjáum þetta í hlutum eins og Yoga Nidra já, sem að og þá sérst, Yoga Nidra er náttúrulega í upphafi er þetta tengt við upphafi kemur þetta rauninni frá bara forn Indlandi og en þá er ég að tala sko ég vil aðgreina það og ég vil aðgreina það frá svona þessu hvíta jóga sem að Það að fá jógaheiminn upp á mótið núna æsa jógaheiminn en það er sko, þú veist, við erum náttúrulega með þarna, hvað að segja það sem við kalla the white wellness industry þar sem að fólk og peningafl svífast einskis og taka hérna, það sem hendar til þess að selja eru jafnvel að taka hluti sem að eru hluti að trúarlegri iðkun hópa sem að hafa hérna, unni með þetta öldum saman allt aftur til ég veit ekki hvenar, þú veist, það er verið að tala upphaf jóga, þú veist, ég hef séð einhverja tölur alveg frá sko 2500 before current era og allt upp í mögulega 10.000 fyrir það og hérna og þá var jóga náttúrulega aldrei hugsað sem eitthvað sem þú tekur þér bara klukkutíma á dagi að gera eða þú veist, ferði eitthvað svona jakkafata hádegis jóga þá er jóga nokkurn veginn það sem að líf þitt hverfist sko. Það er sko, það er ekki bara líkamsrækt það er bara einn ángin sko. það er hérna þetta snýst hérna, geðrækt og þetta snýst andlega vegferð, spiritualisma og við sem svona alls ekki þetta sem ég ætla að fara út í en já, við sem svona hinn vestræni hvíti heimur við viljum eiginlega taka hann spiritualisma og henda hann út og fókusa aðalega bara á þetta sem eitthvað svona glorified rýbrandað Pílates og hérna, já, en það er nú kannski önnur já, svona lífsgæði og líkaminn já þú veist, við erum alltaf til í einhvern veginn líkamsfókusin já, en þetta er sko, það sem ég finnst hryggilegt við þetta er að þetta er menningarnám erum að taka hérna, já, cultural appropriation erum að taka hérna hluti frá hérna hvað ég segja, ekki bara Indlandi til forna heldur hérna náttúrulega Haukur Bragason segir jóga á Íslandi vera menningarnám ja, þannig er komið fyrirsögn sko. Ég er að búa þetta til fyrir djáf þetta er náttúrulega kemur úr sko, þetta kemur úr hinduisma þetta kemur úr hérna, þetta tengist búddisma og þetta tengist hérna, einhverju einu viðbót sem ég man ekki alveg hvað heitir, sorry
Ok, en þú varst að tala um Secret. Ég ætla að færa þinn á track. Þú varst að tala um Secret, varstu bara að gleyma þig? Já, hvert er ég komin? En ég ætla að tengja meðan þú rifjar upp hvað þú ert. Ég er búin að finna það, ok. Ok, að því að ég nefnilega varð fyrir Secretinu. Já, ég var alltaf svona, nei. Var einhver að hugsa rosalega mikið um þig og svo bara allt í einu birtist þú í herbergi hjá okkur? Nei, ég er að meina ég man alveg eftir því að vera eitthvað svona, nei, þetta er nú meira að kjafta þig, en samt gerði ég eitthvað svona, ef þetta virkar þá ætlum ég bara... Þú tapar enga á því að prófa? Einmitt. Akkurat. En ég secretaði þess til mín, ég vildi 1.000.000 í mánaðalun, þetta eru svona 15 ára síðan eða svo. Það gerðist ekki, sko. Nú. Nei. Það sem að mér finnst, sko, það er svona flipside á þessu og líka á manifestationinu. Okay. Það er að segja, ef við förum að trúa því að það sem þú hugsar mest um sé það sem kemur til þín og þá erum við líka að segja að því að hluti af þessu er ekki hugsa um veikindi, ekki hugsa um krabbamein. Þá erum við líka að segja þessi sem fekk krabbamein, hann hugsa á mikið um krabbamein, sko. Þetta er honum að kenna, hann hefði gett að hugsa svona mikið um að hann er veikur og það er rosa ljótt, sko. En ég ætlaði bara að nefna Yoga Nidra sem sagt svona eina af birtingamyndum þessa sama sem er alltaf að koma upp, sem kemur upp í The Secret, sem kemur upp í Manifestationinu, sem kemur upp í einhvers konar glorified fyrirlesurum og það er alltaf verið að nýta sér þessa sömu hluti aftur og aftur og af hverju er verið að gera það? Það er af því að það er svo ótrúlega auðvelt að selja þá og Yoga Nidra tengingin mín átti ekki að vera þetta, hún átti eingöngu að vera það er búið að taka forna heimspeki og spiritualisma, það er búið að hvíta það alveg verulega og og svo búið að blanda inn í það og það gerist nýlega ég sko að þetta það er mögulega hægt að tengja þetta við 7. áratuginn í upphafi, það er að elsta sem er hægt að segja að þetta kom inn að þá er þetta orðið þá ertu komin í einhvers konar svona manifestation hugleiðslu skástrík einhvers konar stig milli svefns og vöku og í sömu tilfellum gengur þetta út á það sama þú ert að hugsa um það sem að þú vilt og þannig ferðu það sem að þú vilt og þetta held ég að sé svolítið hættulegt svona fyrir utan það að mér finnst þetta vera menningarnám þá er ég ekki að segja að það allt jóga á Íslandi sé þannig við að klálega til authentic jóga og fólk sem stundar jóga eins og það var hugsað upp að það hefur verið gert í árþúsundir en það er líka fólk sem stundar jóga af því að það er bara svo flott á Instagram og þú tekur hálftíma í þetta, klukktíma á þetta dag og svo er ekkert annað sem kemur með þessu og það held ég að sé svolítið vafasamt. Þá held ég að fólk ætti frekar bara að fara í Pilates. En ég ætla samt að sko því að nú veit ég að Hulda vildi fara oftar í Móar. Já, konan þín, nú eru komið svo margar hlustundur, Steini. Þurfum að muna að... Já, afsakið. Hulda, kona mín. Já. Hún sko fílar rosa mikið að vera í Móum og vill helst vera... Já, ok, ég er að fatta það núna, hún er aldrei eftir að tala um eftir. Nei, hún vill helst vera þar bara mjög mikið, meira en hún getur. Já. Og það sem hún er að sækja í þar er náttúrulega, þú veist, ákveðin svona, í rauninni break, en líka, þú veist, hún nærist, sko. Hún svona, ég segi ekki resettar sig andlega, en þú veist, þetta hefur jákvæð áhrif á hennar geðheilsu, getur við sagt. Já. Og ég held að það sé svona megin þóri fólk sem sæki jóga til þess. Já. Þannig að bara svona létt skoti, uppbyggilegt skoti inn í þetta. Já, og það sem ég er að segja er að ég held að það sé hægt að gera það sama með mjög mörgu öðru. Já, líkamsrækt. Og ég held að það þurfa að passa gífurlega mikið að hvaðan þetta kemur og bera virðingu fyrir því og að gera þetta þá annarkvort á eðlilegan hátt eða gera eitthvað annað. En það hefur og þetta er sko að því að það er að fara fyrir utan Móar og herðu ég þekki þá stóð ekki neitt og mögulega er það bara gert rétt, ég veit það ekki en
það sem ég hef hins vegar orðið var við, af því að ég hafði mjög mikið áhuga á þessu tímabili, ég var aðeins að lesa þetta og ég horfði á okkur heimildarmyndir og eitthvað, það hefur bara verið gegnumgangandi síðustu áratugi hellingur af fólki sem í bransanum, í jógabransanum að gagnrýna hvaða mikið verið að stundamenningarnám á sömu sviðum í þessu, hvaða mikið tekið úr samhengi, hvað white wellness iðnaðurinn nýti sér mikið af fornum menningararfi ákveðina þjóða og gera það í einhverjum svona þú veist rassamynda Instagram hashtags hádegis, jakkafata, jóga skrifstofu, jóga þetta bara eitthvað grautur á einhverju svona, já, þetta bara eitthvað svona sull sem að við eigum að mínum að þetta ekki alveg rétt á af því að þetta ekki okkar. Ég skilji. Ok, þetta áhugaverður punktur. Sko, en þetta náttúrulega sama og ég rauninni gert við, hvað ég að segja, við allt sem að ef við segjum að jóga hafi verið á jaðrinum eða eitthvað staðar átt sér einhvern stað upphaf að því að núna til dæmis það sem að gerðist upp úr kannski, ég veit ekki, 2010-12 allan á Íslandi, já, reyndar víðar það var, þú veist, feminismin sem dæmi fór úr því að vera alveg brjálaðislega svona mikið rugl og öfgar og eitthvað yfir í að vera almennur og mainstream, sem allir voru feministar. Já. En til þess að allir urðu feministar þá varð, og það það sem gerðist þá varð að vinda úr feminismunum alla í rauninni pólitík og öll valdatengst og í rauninni alla ögrun, basically allt sem feminismin var þurfti að útvatnan algjörlega útvatnan og þá var fólk til að kaupa það. Já. Og og fræðafólk hefur svolítið verið að gagnrýna þetta. Hvað gerðist? Það var þetta sem við vorum að pæla þegar við byggum til orð saman sem var cozy feminismi. Já, akkurat. Og mér finnst það svolítið gott orð. Já, þannig að það er svona feminismi ef hann bara næs og þægilegur. Já, ef ég þarf ekki að fórna ykkur eða leggja neitt rosalega mikið á mig. Allt bara cozy. Já. En ég var að tala eitthvað meira? Bara örstutt, ég var að tala um The Secret, ég var að tala um Manifestation, þú veist, sem að nýjasti hringurinn í þessu. Ég var að tala um óvart aðeins og mikið jóga ásleis, en það eitt viðbúta sem tengist þessu og það sko það kallað Law of Attraction og það það beinlist talað um það í Secretinu sko. Og það kemur nákvæmlega sama fram í þessum Manifestation pælingum í dag. Og Law of Attraction, ég var aldrei viss nákvæmlega hvað það væri, en það í rauninni þetta innan gæslepa eðlisfræðilega dæmi sem náttúrulega ekkert tengt við eðlisfræði. Það sem að þú snýrð við hlutunum eða röðinni sem þetta yfirleitt gert í. Sko, allt í kringum okkur í stúdíónu var uppalega hugsun hjá einhverjum. Og svo verður til einhver svona einhver vinna, einhver aðgerð við að búa til hlutin. Og svo hluturinn tilbúin og við fáum henni hendurnar og pælingin þá að reyna að snúa þessu einhvern veginn við og þú veist að ögra eðlisfræðilega samhengi hlutana og þá getur þú reyni fengið það sem þú hugsa nógu mikið og sloppuð það sem þú passar að hugsa ekkert og það getur verið hættulegt. Við vitum það alveg ef þú áttu við einhver ákveðin vandamál að stríða, ef þú hugsar eins lítið þau vandamál og þú mögulega getur þá getur það enda illa. Þannig að það eru dökkar hliðar á þessu líka sko. Þetta ekki bara pseudoscience fróða. Þetta getur líka verið skaðlegt. Já. Og þetta Law of Attraction þetta komur óvart, það kemur frá bandarísku trúfélagi sem var stofnað snemma á 19. öld og heitir New Thought og var bæði leynt og ljóst að nýta sér hvað við segja, þau kölluðu það og kallaði henni, þetta ennþá til eitthvað svona þetta var svona hinn forna hugsun og þá eru þau meðal annars að nýta sér jóga og eða réttar að sagt hindúisma og búddisma og hitt og þetta um þetta og
mér varst það mjög áhugavert en þetta bara enn eitt hringurinn á þessu sama og nú er þetta flott hjá sjómlum alvöru köllum og kollegum okkar og kryptogæjunum og mér finnst þetta áhugavert af því að í seinasta hring þá var þetta aðalega miðaldra húsmæður sko. Þannig að það er alltaf verið að rýbranda saman hlutin sko. Og hann er að tróða sér inn hér og þar, hann er að tróða sér inn í jóga og hann er að tróða sér inn í bandarísk trúabröð og hann er að tróða sér inn í fyrirlestra í Hörpu og hann er að tróða sér inn í metsölubækur og alltaf verið þetta sami hluturinn að mínu mati. Þetta var ekki mjög fræðileg umfjöllun en ég ætla að segja henni hér með lokið. Jæja, þetta var eitthvað. Hérna, ég er að pæli að taka þið bara beint í smá trúnó. Já. Og við byrjum á smá hljóðheim. Já, hann fara að gera eitthvað. Nei, sama flautu og hérna, nei. Voru við í þessu bíla? Þetta er svakalegur árakstur. Þetta er bara á hraðbrautinni í útlöndum, það er hérna bíl nummer 70 núna að lenda í bílsliði. Já, neða, þetta voru nokkur bílar. Herðu, trúnóið mitt er ég manu ekki hvort ég hef einhvern tímann sagt frá þessu. Gleymdu við? Ég mögulega sett einhvern tímann áður en að þú komst að podcast, Instagraminu, kallmennskan. Þá held ég hafi einhvern tímann sagt eitthvað smá frá þessu. En já, það er tenging, það er árakstur. Ég var sem sagt, ég var 17 ára. Ég var búin að vera með bílprófið í svona, ég veit ekki, 2 mánuði, eitthvað svoleiðis. Þá er ég að keppa í fótbolta, var að keppa á Hlíðarenda og fekk bílinn hjá frænku minni heitinni lánaðan af því að minn var sem sagt lokaður inni eða eitthvað svona. Ég átti sem sagt gamlan bíl og fekk hennar bíllánan sem var Daihatsu Charade. Hann var lokaður inni af öðrum bílum? Já, minn bíl. Hann var sem sagt ekki á lögreglunni og okay. Já, hann var lokaður af hérna einhvern veginn. Allavega. Ég vildi bara háta hérna. Já, þannig að ég fæ bílinn hennar til þess að skjótast hann og keppa. Ég var ársett. Ekkert mál. Við förum ég fer að keppa og svo erum við bara verið heim og Einar Markús vinur minn, hann fær far með mér og annar vinur okkar er með 2 aðra í sínum bíl nema hann er líka á Daihatsu Charade. Við vorum á nákvæmlega eins bílum og við keyrum frá Hlíðarenda og inn á Miklubrautina og svo lendum við á ljósum og bara hlið við hlið á Miklubrautinni. Ekki eins og litin. Gráir. Dökkgráir, nákvæmlega hans var enda beinskiptur, minna sjálfskiptur. Og þið báðir svona fótboltasemlar? Algjörlega. Þannig að þið eru líka nákvæmlega Já, nema ég var aðeins minni og þannig að já, við vorum með það fótboltasemlarnir, 17 ára 18 ára og við stoppum á ljósum og það er eitthvað svona kýtingur í gangi stoppum saman hlið við hlið, keyrum aðeins áfram og svo bara þannig að við Grensásvegin Grensásvegur Miklubraut held ég heiti. Já. Bara basically á gatnamótunum hérna fyrir utan stúdíóið. Þar lendum við á rauðljósi hlið við hlið. Við erum eitthvað svona kýta, eitthvað svona grína, svona gefinn á druslunum okkar, eitthvað svona og svo kemur grænt og það er spyrna. Nei. Það er spyrna og við bara brunum á stað og erum bara alveg hlið við hlið. Og hann er komin aðeins svona fram úr mér og ég er eitthvað svona að horfa og ég er eitthvað djöfullin eitthvað og gefa aðeins í og við erum að tala við vorum ekki samt á okkur brjálegum hraða, við náðum því ekki við vorum bara á 70-80 eða eitthvað og ég líti eitthvað svona og stýrið eitthvað svona aðeins fer eitthvað neginn svona til svona beygir aðeins eitthvað hvort það fyrir hjólförum með eitthvað í allana það næsta sem mann er að stýri bara það bara hendist algjörlega til hliðar og bara læsist og ég er eitthvað shit og reyna að laga það og þú getur ímyndaði hvað er að gerast bíllinn er bara að skauta og lendir við erum að tala á Miklubrautinni hérna fyrir utan gluggan okkar þá lendi ég í svona í hliðin á honum
og hann bara fer þá hliðina, straujar í gegnum grindverki sem aðskilur umferðnar í sikur áttina og straujar, þú veist, bara upp á og vírarnir þeir fara inn í bílinn, bara þeir hefðu getað drepið á sem voru í bílnum en þú veist, þeir dó ekki sem sagt og ég og eina Markus vinur minn, ég man ekki, ég var að reyna að rifja upp hvort að við hefðum sko oltið og lent á dekkjunum eða hvort að við hefðum snúist, það var allan annarkvort og ég bara er stjórnlaus og eina sem ég geri er ég þrýsti mig svona upp við stýrið og er bara svona að halda mér og beltið hjá einari vinnu mínum það einhvern veginn virkar ekki almennilega þannig að hann dundrar hausnum í mælaborðið við þetta og bara á enninu og náttúrulega bara fossblæðir og við semst förum í yfir grindverkið á vitlausan vegarhelming þar sem að 2 bílar klessa á okkur. Nei. Þannig 4 bíla árekstur kom inn og ég sitt í bílnum og bara loksins stoppar hann, þú veist, þetta var eins og í bíómynd sko, þetta var heil eilíð og ég sá ekki neitt og var algjörlega stjórnlaus. Fannst þér þetta líða eins og langur tími sér þetta? Já, þetta var bara einhvern veginn, bara allt stoppaði sem að það gerði því að umferðin í báðar áttir stoppaði það var bara lokað af því að við vorum bara búin að rústa veginum hana og og ég náttúrulega bara í ykkur paniki bara öskrandi og eitthvað og vinur minn bara eitthvað kalli á hjálp og ég svona lít á hann og sé hann með blóðið í andlitinu og ég reyna að opna og ég gleym að segja semst, í hinu bílnum þá höfðu þeir tekið einu svona opna bílinn, tekið töskunum minn úr bílnum á fyrirljósunum og sett út, þannig ég þurfti að fara út og sækja töskunum og setja inn í bílinn, þannig ég læsti bílnum mínum til þess að ég get ekki gert þetta aftur ég hef búin að gleyma því þarna þetta hann er læstur ennþá hann er læstur, ég get ekki opnað og ég hugsa, fuck, við erum læstir inni og ég sé að það er brotin gluggi aftur í það var eina sem að ég meiddi mig á það var að skríða út brotin glugga því ég fattaði ekki að taka lásin úr fórst í glerbrot og skreiði gegnum þau og fer út og ég bara horfi bara á allt í rugliðana og rek og einhverju og svo bara stuttu seinna náttúrulega bara kemur löggan og sjúkrabílar og umferðin það var skrifað, ég held að það var Fossju mynd á DVF sem ég geti kannski bara fundið eða Morgunblaðinu eða eitthvað það sem er bara mynd af þessu og Miklubraut lokaði 2 tíma báðar áttir og ég man á mjög skömmun tíma þá var komið bara hrúa fólki upp á göngubrúna að horfa og náttúrulega bara allir bílar bara stopp og horfa á þetta nema hvað sko þetta varð kannski eðlilega til þess að ég áttaði mig á því að það er mjög auðvelt að lenda í árekstri þú þarft að vera með fókus allan tíman og eitt eitthvað svona hnik og þú eitthvað svona hrör hreyfing þegar þú ert á 80 km hraða eitthvað getur haft þessar afleiðingar ég lærði það the hard way og í sem betur fer og eiginlega enn þann dag í dag er mér illa við að keyra þetta hef ég aldrei sagt neirum held ég mér er illa við að keyra og ég er bílhrættur en þú keyrir alltaf, ekki hulda ég er sérstaklega bílhrættur ef ég er farþegi sko það finnst mér mjög óþægilegt þú vilt frekar hafa kontról þannig að og þetta var til þess sko einmitt að ég reyndar tengi mjög vel við það sjálfur sko ég vil keyra af því að þá get ég verið með kontrólið sko en við náttúrulega erum með svipu element sem að er þetta svona laser focus rannsakandi skann sem að er að í mínu tilviki tráma af því við vorum veiðimenn til forna nei, það er að því að allavega í mínu tilviki er afleiðing tráma en allavega við fyrir að segja það kannski þú ert búin að kikið til Salfranks en já, og ég bara var alltaf í nokkur ár þegar sérstaklega að keyra út á land þá var ég bara stífur í höndunum og alltaf löður sveittur sko þetta er rosalegt trúnó sko, ég tengi líka svo mikið við sumstarna sko sko vinur minn deyr í bílslýsi þegar að ég er 17 og hann er 19 og bara örstuttu fyrir það þá var ég að rúnda með vinnum og þú veist þá var ég búinn að fara í gennum að pakka þú veist,
við höfum komið aðeins inn á það og við munum koma meir inn á það þú veist, ungur ég var algjör hálfviti og ég held ég hafi aldrei verið jafn mikill vitleysingur og þegar ég var 17-18 tölum betur það en í þessu tilfelli þá var ég búin að prófa bara hvað kemst þessi bíl hratt skilur við, með vini mína í bílnum sem bara, þú veist ef ég að hugsa um þetta í dag bara, þú veist, barni mitt myndi gera þetta bara, víst ég þetta svo þetta leikur að já, þú veist, örkumlun eða dauða sko og örstuttu fyrir að alli vinur minn deyr þá var ég búin að ég var að rúnta með einhverja 3 með mér og ég var að keyra heim eftir partí eða eitthvað ég og þeir sem nei, beigja hérna að því ég var að missa beiginu sko og ég náttúrulega bara beigði bara leið og hann sagði þetta og það gerist ekkert alvarlegt en ég beigi og ég fer upp á gangstéttakantinn og felgan beiglast þannig að þú veist dekkið, þú veist, springur felgan beiglast það eina sem gerist eftir þetta alls ekki að bera þetta saman við það sem þú lendir í en þetta var pínu svona vakning af því að þú veist, alltaf þegar það kemur eitthvað upp á sem er bara, heyrðu, nei, hérna fyrsta sem hugsaði er bara ekki hlusta á þetta Akkurat. Bara haltu bara áfram að keyra bara beygir næst og ég er rosalega smeykur við þessar þróun í þú veist, bara annarhver maður þegar maður lítur í kringu sig annarhver maður er bara í símanum að meðan hann er að keyra og eins og þú varst að segja áðan maður þarf að hafa fókus allan tíman þú þarft að geta brugðist við á hálfri sekundu þegar að því kemur einmitt, já og náttúrulega þetta átak sem að var lengi sko með brotnum skjáina og þetta að sko en var í lagi með ykkur öll eða alla? Herði, já, það var enginn sem slasaðist alvarlega en ég held reyndar að einhver þú veist, var með eitthvað svona álagsmeðsli eða svona bakmeðsli, sko, eitthvað lengur það getur nú fyllt fólki bara út lífið, sko já, og náttúrulega vinnum minni með og í andlitinu, enninu bara eftir mælaborðið okay. Og það eðilöðist þarna allavega 2 bílar bara ónýtir en fólki sem keyrir á ykkur á hinum vera helminum, var það í lagi? Já, það slasaðist engin alvarlega og við gátum öll labbað en löggan sagði við okkur bara við vorum að undirbúa, þú veist, viðbragðið var banaslys leit þannig út bara viðbragðið það og tilkynningarnar þar voru þess eðlis að við vorum að undirbúa banaslys aðkoma banaslýsi en ég ætla að klára þetta með því sko og svona lærdómurinn minn og þú sagðir ég bara, þú veist, þegar barnið mitt er að fara að keyra ég hugsa stundum son minn sem að ætla sér að taka bílpróf þegar hann verður 16 eða byrja þá að læra að dettin á þann aldur já, að sko nú veit ég það að hafandi verið unglingur að við höldum alltaf að við séum klárari og betri en við erum þroskaðri en við erum raunverulega og nú vitum við að heilin hann er ekki fullt þroskað við erum bara með vanþroskað ennisblað á aldri það er bara líffræðileg staðreynd já, það er bara fakt og ég veit líka út frá forvarnafræðslunni og öllu sem ég lært að svona, það að ég myndi segja sínum mínum þessa sögu það myndi ekkit endilega hafa hvað maður að segja, þau áhrif á að hann muni keyra varlega rannsóknir segja það að sína hættuna, sína afleiðingarnar á neyslu og allt þetta þú veist, það virkar ekki það er jafnvel bara þú veist, er hvetjandi og svona já, þetta kemur ekki fyrir mig gamalt fólk að bulla bara þannig að ég veit í alveg ekki hvernig get ég undirbúðan undir það að hann heldur hans í öryggar og betri bílstjóri en hann er að hann verður í alvörni þú veist, eitthvað svona, ég veit það í alvöru ekki hvernig ég get undirbúið þetta en kannski vonandi ökukennar ég er bara á sama stað, dóttir mín er 16, hún er ekki byrjuð í ökunáminu en það bara er að fara að gerast og þú veist, hún er komin á þann aldur að þú veist, vinir hennar eru fannir að keyra skilur einmitt, shit sko og ég bara hugsa, þú veist, bara hvað maður var sjálfur mikið fíbl sko og bara akkurat þetta, bara þú veist jú, það er alltaf einhver að lenda í bílsleysi og bla bla bla, en þú veist, ég er alveg með þetta þú veist, ég var á Nissan Micra að keyra eftir Innesveginum sem er semst ein akrein
í 301 uppsveitir Akranes og ég kom honum í 170 og hann komst ekki hraðar og svo fyrir að hugsa þetta bara setna þegar kom eitthvað aðeins mér að vita í kollina manni ég var að botna eitthvað druslu með 2 vinni mína í bílnum skilur meina hann hefði getað bara hrist og þú hefði bara mist stjórn á þessum hraða á svona vegi eins og þessi þar bara eitthvað lítið grjóti þú veist, öðru hjólfarinu og þá er þetta bara búið og svo lendi ég í ég lendi í bílslýsi þegar ég var 19 og það var reyndar það var eiginlega bara veðutengt þú veist, það var bara brjálaður stormur og svell á veginum og það kemur svona svakaleg kviða niður fjallið þarna hjá Grundakverjunu það sem er alltaf rok á Kjalarnesinu og bíllinn minn bara, hann færist til hliðar hann bara færist yfir á akrinina á móti ég var á 50 af því að það var rosalega lélegt skegni bíllinn á móti mér var líka 50 það er samt töluvert, 50 plus 50 er töluvert skellur það sem gerði það verra er að bíllinn á móti mér var 49 tonna trukkur með tengivagn Já, við förum hotn í hotn en ekki, þú veist, ef ég hefði farið beint framan á hann þá varum við bæði dáin ég var með þáverandi kæristu mína í farþegarsætinu en við förum hotn í hotn bíllinn minn og öfugt við það sem þú segir þá fannst mér þetta gerast á hálfri sekundu bara, þetta gerist bara svona og ég vissi ekkert það eina sem ég mani var að hugsa er bara ekki rykka í stýrið þegar ég finna bíllinn er bara, ég er að missa stjórn á honum að því ég vissi að ég myndi rykka í stýrið þá sný ég honum og þetta verður verra ég var að reyna að stýra honum hægt aftur til hægri svo segir fólk sem er í rútu á eftir mér að bíllinn hafi snúist í 3 eða 4 hringi bara á veginum, bara áður en hann fór út í kant, út í skurð og ég stíg upp bílnum ég er með svakalegt högg eftir púðan bara, blónaði sér og allt það öðruleiti í lagi með mig dekkið og þetta var pínulítill bíl dekkið sem er þá við vinstri framfótinn á mér ég ætla að segja vinstra framdekkið við vinstri fótinn á mér það jafnaðist bara við jörðu Jú, það var bara þú veist, það var bara 5 cm flatt af því að bíllinn fór yfir það og í svona litlum bíl þá, þú veist, dekkið er bara það er bara 10 cm frá löppin á mér þannig að ég var ótrúlega heppinn og þáverandi kærasti mín líka að það var bara í fínulegi með okkur mér er reyndar búið að vera illt í bakinu síðustu 20 ár þar kemur það sem gæti verið tengt þessu en ég mun aldrei komast að hvort það sé það eða ekki en það má alveg reikna með að það gæti spila skýringin herðu, þetta var bílslisa þáttur mikli þetta var rosalegt Double A Truno hérna ef að fara í hlustanda dagsins kíkjum að það þú dregur ég er að draga en þú setur ekkert með hann aftur honni nei, ég hendi alltaf með hann mjög gott ég ætla bara ekkert að reyna að lesa á þetta miða tekur auka 5 mínútur herru, það er nafni hérna það er nafni, ok þetta er nú svolítið þungt með það sem við erum búin að tala um við meðum ekki beila á þessu hérna stendur hugleysingjar undir dulnefnum í kommentakerfum á að hunsa þá trúa of mörg þeim og þetta er hún Olga Björt sem skrifar undir þetta við ætlum að ræða þetta í 5 mínútur herru, þú voru að lesa aftur varst þú ekki með eitthvað tæmer hana? Jú, herru, ég er með tæmer hérna, tilbúin hugleysingjar undir dulnefnum í kommentakerfum það þó líka verið glað, þú veist, þetta Twitter-dæmi og það, þú veist, það er allir konum með eitthvað heita bara eitthvað bull á að hunsa þá þannig að það er já eða nei spurning trúa of mörg þeim ok, hvað er sko nú þekki þetta smá þarf að segja svona skilaboð yfirleitt undir nafni en það var sérstaklega algengt á Twitter þegar ég var þar alls konar einhverju bottar og ekki bottar og íslenskir nafnlausir menn sem að virtust að einhverju leiti þekkja mig og vita alls konar
náttúrulega frægasta dæmið svona nafnlausan mann er hérna Borin Gylfi Sig já. sem að reyndist síðan bara að vera Þóri Sæm sem hætti óvart að vera nafnlaus já. Og hann sem reyndar, útúrdúr en hérna á þeim tíma var hann mikið sem Borin Gylfi Sig að drulla yfir sko meðal annars mig og hérna og sama tíma var hann stundum heima á mér sko. Nú? Já hann var hérna, þú veist, hann var svona að reyna eitthvað lagalíf sitt og ég var svona bara eitthvað, við vorum fellar þekktumst úr ákveðnum félagskap og á sama tíma bara? Og sama tíma og hann á Twitter að rulla yfir það sem ég að gera með karlmennskunni þá hann bara eitthvað helvítis kjaftaði og eitthvað alveg merkilegt, en svo þegar þetta uppljóstraðist þá hérna, var hann fljótur að delíta svona því sem að hann drullaði yfir vini sína sko. Já, hvað en að þessu sögðu þá hefur svo sem ekki hist eða spjallað í mörg ár en það var kannski mögulega ekki bara út af þessu það var eitthvað út af svollu já, getur sagt það en já, það er rosalega mikið um þetta Twitter og sérstaklega með hérna, tilkomu nasista Twitter sko þegar eftir að Elon Musk tók heilsuna góðu og hérna eignaði sér þetta fyrirtæki og keypti sér samfélagsmiðil sko þá þetta svona ég bara afvegaleitist að því að það einhver verkfæra, einhver að bóra hérna já, ég held að það var í tölvunni ég líka en hérna þetta einhvers konar, ég veit, vantarlega ekki skipulagt en þetta er klárlega hreyfing já, hreyfing fólks mögulega bara manna já, nánast í bara sem vill ekki láta tengja sig við boðskapinn sem þau eru að bera út og þá þetta svolítið áhugaverð spurning hjá Olgu, þú veist, bara á að hunsa þá eða ekki. Já, ég hef tamið mér reglu í þessu hvort sem það er undir nafni eða nafnlaust að ef þetta er comment, ef þetta er public og þetta er á mínum miðlum eða þar sem ég er stattur og ég sé þetta þar að segja þá, og þetta er eitthvað svona ég veit ekki, þetta er eitthvað svona fullyrðing eða eitthvað og ég hugsa, það gæti einhver haldið að þetta sé rétt eða einhver sem að ég hugsa hina sem lesa þannig ég hugsa, ok, þetta þarna er rámt eða eitthvað svona ég ætla að svara þessu málefnilega en ég tek ekki þátt í einhverju svona þú veist, einhverju kjaftaði sko nei. Þannig að bara ef þetta er, og nú man ég ekki neitt en ég lærði þetta út frá því að einhverju var að drulla yfir eitthvað tengt veganisma og ég man að einhver veganinn svaraði með svona skætingi nema ég las þetta í svona en, er þetta satt, er þetta rétt er þetta, þú veist, en ég hefði viljað lesa já, nei, þetta er rámt að vera út af því að bla 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 já. Þannig tamdi ég mér þegar ég sé svona komment að svara þeim að gefa hérna hliðina gefa upplýsingar mögulega benda á hvað er hægt að lesa til þess að koma sér út úr þessu akkurat. En ekki að reyna að sannfæra þennan hérna nafnlausa hérna mann að hann þurfi að skipta skoðin í lífinu sko, því að það mun sjaldan takast ég hef nálgast þetta svolítið svona og núna er komið mjög langu tími frá okkar fyrsta podcasti en í okkar fyrsta podcasti þá sagði ég var hættur að rífast á internetinu hvernig hefur það gengið? Það hefur gengið mjög vel gott. Og hérna ég held að það sé gott að hætta að rífast við þessa gæja hunsa þá eins og hægt gefa samt upplýsingar fyrir fólk sem er á grensunni er að lesa ef maður treysti sér, af því að það er líka áreitt í því og ég sleppi því oft sérstaklega, þú veist, ef ég sé eitthvað á djaf.is, Facebooki eða eitthvað þá ég fer eiginlega aldrei þangað inn vegna þess að þá er ég komið með bara eitthvað takk frá fullt af einhverjum mókiðum en þetta er bara ef þetta er í andlutinu á mér á mínum miðlum sem ég svara tíminn er búinn og það er hljóð með þessu nú, heyrðu, ánægð með þetta já, heyrðu og hinn spurningin var trú á of mörgðum en við komumst bara ekki í hana þegar við höfum bara 5 mínútur það er bara þannig að við þakkum fyrir í bili og heyrumst og sjáumst í næsta þætti það er bara þannig